dagskrá sem umræða ferðaþjónustu fatlaðs fólks að beiðni borgarfulltrúa allra flokka og til máls tekur hæstvirtur borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það af gefnu tilefni sem að ferðaþjónusta fatlaðs fólks hér til umræðu og það tilefni ekki gott. Við höfum upplifað mikil vandamál og við innleiðingu á ferðaþjónustunni undanfarnar vikur og fyllsta ástæða til þess að fara yfir málið. Það hefur verið auðvitað töluvert mikið til umfjöllunar í fjölmiðlum að undanförnu og rétt að undirstrika og minna á að Strætó sem hefur annast framkvæmdina hefur beðið notendur velvirðingar og afsökunar. Ég hef tekið undir það, formaður borgarráðs og fleiri. Mér finnst í upphafi umræðunnar engan síður mikilvægt að rifja upp aðdraganda innleiðingarinnar núna og til þess að halda því til haga. Reykjavíkurborg ekki að flytja þjónustu sína yfir til Strætó, flytja þessa mikilvægu þjónustu yfir til Strætó. Henni hefur verið sinnt af Strætó árabil fyrir Reykjavíkurborg. Það sem að hins vegar var ákveðið á síðasta kjörtímabili eftir töluverðar umræður og hvatningu meðal annars frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks var að það þyrfti að gera breytingar á ferðaþjónustunni. Hún væri of ósveigjanleg. Fyrirvarinn á hverri einustu ferð þyrfti að vera minni og hún þyrfti að vera svona nútímalegri kannski í takt við kröfur sjálfstæðra einstaklinga sem nota ferðaþjónustuna til þess að til nauðsynlegra ferða sem eru hluti af daglegu lífi. Það einfaldlega ekki þannig í nútímanum að hvorki ungt fólk né eldra fólk ákveðendilega með sólarhrings fyrirvara að fara í bíó með vinum eða eitthvað annað og þess vegna var algjört sammæli að það þyrfti að gera breytingar. Þetta var eitt þeirra verkefna sem í upphafi síðasta kjörtímabils var skoðað hvort að áhugavert gæti verið að vinna sameiginlega á höfuðborgarsvæðinu. Það reyndist vera býsna mikill áhugi á því. Annars vegar að þá var staðan sú að Reykjavík var að sinna eða veita í raun mun meiri þjónustu í gegnum Strætó heldur en mörg nágrannasveitarfélögin. Þannig að það af hálfu notendanna kallaði eftir því að þjónustan yrði samræmd og þá færð upp á það stig sem hún væri í Reykjavík. Og hins vegar að þá voru einingaverðin, þar sem kostnaður á hverja ferð töluvert hærri í borginni heldur en annars staðar. Niðurstaðan var því sú að stefna sameiginlegu útboði á þessum akstri af hálfu sveitarfélaganna og kalla eftir þeim sem væru áhugasamir að halda utan hann annars vegar og keyra bílana hins vegar. Margir höfðu af þessu áhyggjur, bæði þeir sem önnuðust þjónustuna fyrir Strætó og hagsmunasamtök notenda lýstu áhyggjum af því að fara með þetta út á markaðinn eins og það var stundum orðað. Og eftir töluverðan undirbúning og umræður að þá varð niðurstaðan sú að þó að aksturinn yrði boðinn út eins og raunar alltaf hafði verið gert, að þá yrði utanumhaldið áfram hjá Strætó eins og það hafði verið á Reykjavíkurborg, en önnur sveitarfélög sem það vildu myndi bætast við. Þannig að þetta yrði eitt samræmt kerfi fyrir allt höfuðborgarsvæðið og Strætó myndi annast utanumhaldið eins og Strætó hafði gert fyrir Reykjavík. Öll sveitarfélögin nema Kópavogur ákváðu að taka þátt í þessari umferð en útboðið sem að þjónustan í Kópavogi byggir á rennur út eftir nokkur misseri og þá getur verið að Kópavogur bætist við. Í upphafi síðasta árs var hafin vinna við
þessi útboðsgögn í raun á grunni þess að Strætó myndi enga síður halda utanum kerfið með tölvukerfi sem heitir Trapice DR og hafði verið kynnt fyrir sveitarfélögunum fyrir rétt ári síðan. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sendu sameiginlegar reglur samkomulag sveitarfélaganna og þjónustulýsingu til endanlegrar afgreiðslu á sveitarfélagunum í apríl síðastliðinn. Þá lá meðal annars fyrir að Blindrafélagið taldi skynsamlegt að halda áfram akstri eða blindraþjónustunni eins og hún hafði verið og það var fallist á þau rök. Í júní var útboðið auglýst og það var auglýst raunar á öllu evrópska efnahagssvæðinu vegna þess að verkefnið er býsna viðamikið og niðurstöður á endanlegum lausnum og verðtilboðum fengust í ágúst. Það voru raunar ekki fleiri bílstjórar en svo sem buðu í að ég hygg að allir sem hafi uppfyllt skilyrðin hafi fengið verkefni. En haustið fór síðan í undirbúning innleiðingarinnar. Að vettvangi Reykjavíkurborgar þá held ég kunni það rétt að það hafi verið samstaða flest skref í þessu eftir að ákveðið var að halda áfram með utanumhaldið hjá Strætó. En sumir borgarfulltrúar höfðu lýst miklum efasemdum að bjóða þetta alfarið út. Og sömu sögu skilst mér að sé að segja úr nágrannasveitarfélögunum að þetta verkefni var nálgast að metnaði. Þjónustulýsingin gekk út á það að stytta viðbragðstímann, biðtímann, tölvukerfið átti að gera það að verkum að hún yrði sveigjanlegri og að notendur þjónustuna þyrfti ekki að bíða eftir sama bíl og bílstjóra og venjulega heldur fengju þeir næsta bíl sem gæti annast ferðina. Þetta hefur ýmsa kosti en hugsanlega líka ýmsa galla, þar að segja ég hef heyrt í notendum sem sakna þessu gamla kerfinu að geta ekki gengið að því sem vísu að bílstjóri, sami bílstjóri annist að jafnaði þjónustu við viðkomandi, þekkir viðkomandi þá, allar þarfir og svo framvegis. Og það er eitt af því sem hefur reynst vera vandamál við innleiðinguna, að margir af gömlu bílstjórunum sem voru með sína föstu viðskiptavini og þekktu þá út á inn nánast eins og eigin fjölskyldumeðlimi, frekar en að þær upplýsingar sem að þeir voru að nýta frá degi til dags væru skráðar, að þær upplýsingar hafi ekki alltaf ratað inn í handbækur bílstjórana og upp hafa komið allskyns atriði sem að ekki var hægt að taka á í þjálfun og þetta sumum tilvikum lítill tími sem gefist hefur til að þjálfa nýja bílstjóra og skráning sveitarfélagana á einstaka notendum var í sumum tilvikum vitlaus. Það var meira segja komið upp atvik þar sem að fólk sem hefur árum saman verið bundið í hjólastól var skráð þannig að það gæti komist ferða sinna fótgangandi, þannig að rangir bílar voru sendur á staðinn. Og þetta eru auðvitað svona tilvik sem að fara auðvitað beint inn í hjartað því að það má auðvitað mjög eðlilegt að upplifa þetta sem ákveðna vanvirðingu og þekkingarleysi kerfi sem á að vera í lagi. Og ég held að útgangspunkturinn í allri okkar nálgun við þetta mál er að þetta er mikilvæg þjónusta, hún skiptir þá sem notana mjög miklu máli til að sinna daglegu lífi og daglegum þörfum og hún á að vera í lagi. Viðbrögð velferðarsviðs og velferðarráðs hafa helgast af þessu prinsippi að þetta er þjónusta sem á að vera í lagi. Það hefur verið unnið með Strætó í að bæta úr öllum skráningum og vandamálin þar voru kannski ekki mest hjá Reykjavík, en hvað það? Það hefur verið sett upp að segja má samstarfsvakt eða haldnir daglegir fundir til að fara yfir þjónustuna undanfarna daga og
og þannig ná samstöðu hvað sé til úrlausnar en auðvitað líka mjög mikilvægt að allar ábendingar það sem aflaga fer fari ekki fyrst og fremst inn í pólitíkina eða til borgarfulltrúa heldur til Strætó vegna þess að þar fólkið með þekkinguna og reynsluna og tölvukerfið sem þarf að bæta og þannig verða varanlegar úrbætur til. Leið og leiðréttinga ábending komið á framfæri að þá hægt að bæta við upplýsingarnar og tryggja að hlutir endurtaki sig ekki. Þetta mætti auðvitað hafa langt mál. Þetta umfangsmikil þjónusta. Heildarfjöldi pantana á venjulegum degi kringum 15 til 1700. Ef við tökum 14. janúar bara sem eitt dæmi venjulegan dag í ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk að þá voru pantanirnar 1584. Meðal ferðatíminn var 17 mínútur og það getur raunar ferðir þar sem af árinu. Meðal ferðatíminn 17 mínútur, meðal lengd ferða 6,3 kilometrar. Símtölin ekki fá, enda heilt þjónustuver með 8 til 10 starfsmönnum að sinna því. Meðal fjöldi símtala á dag 980. Það kom fyrir að það var langur biðtími sem reynt var að bæta úr og meðal biðtíminn núna 2 mínútur og 15 sekúndur þegar tekin heildartíminn á árinu. Þannig að hann hefur minnkað sem betur fer og það hefur verið sérstök áhersla lögð á það. En auðvitað geta símtöl verið löng þegar verið að leiðrétta upplýsingar og koma ábendingum á framfæri. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Ég hef gengið úr skugga það og mér finnst mikilvægt að það komi fram að Strætó hefur metnað til þess að vanda sig, byggja upp traust og ég held að gera sér allir grein fyrir því að það hefur fallið á það traust, byggja upp traust og eiga gott samráð við hagsmunasamtök notenda akstursþjónustunnar. Það búið að boða til og halda raunar fyrsta fund þjónustuhóps sem hluti af lýsingunni, útboðslýsingunni að það eigi að vera þjónustuhópur. Hann var haldinn 14. janúar þar sem félagsmálastjórar, Strætó notendur og þeir sem sinna akstrinum koma saman. Það verður ákveðið að flýta næsta slíkum fundi til þess að fara yfir málin þéttar heldur en kannski á venjulegu ári. En ég nefni það með metnað Strætó alveg sérstaklega vegna þess að í umræðunni sem hefur verið erfið að þá held ég að sé mikilvægt að halda þessu til haga því að ef Strætó ætlar sér að sýna metnað í þessu að þá getum við bundið vonir við að þar verði unnið að alúð að þeim umbótum sem nauðsynlegar eru og að við munum ekki okkur hvíldar í þessu verkefni fyrr en að þessi mikilvæga og nauðsynlega þjónusta komin í lag. Það held ég að sé kjarni málsins. Þetta þjónusta sem á að vera í lagi. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir til máls. Frú forseti, borgarstjóri, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að byrja því að þakka borgarstjóra fyrir þessa ágætu yfirferð sem hann fór yfir með okkur hérna og taka það fram í byrjun að við höfum í borgarráði fengið kynningu yfirferð núna bara í síðustu viku yfir stöðu mála í þessu. Við í minnihlutanum Framsókn og flugvallavinnu við höfum setið á okkur þrátt fyrir allar þær neikvæðu fréttir sem birst hafa og heyrst af ferðaþjónustunni frá því að Strætó tók við þennan 1.
þann 1. janúar síðastliðinn. Ástæðan fyrir því náttúrulega svo að þetta mjög viðkvæmur málaflokkur eins og borgarstjóri hefur farið yfir og það kappsmál okkar allra sem situr hérna inni að þetta sé í lagi. Það að segja ferðaþjónustumál fatlaðra, þess hóp sem að grunnþjónustan okkar á sérstaklega að þjónusta sé í lagi. Nú, notendahópurinn á ferðaþjónustunni mjög fjölbreyttur og viðkvæmur á margan hátt. Hann líklegast viðkvæmari heldur en að allavega ég gerði mig grein fyrir og hef ég það eftir samtöl við fólk hjá Sjálfsbjörg hversu erfið og viðkvæm mál þetta raunverulega eru. Við höfum því talið það hingað til öllum til hagsbóta að gefa meirihlutanum svigrúm til þess að gera nauðsynlegar breytingar og úrbætur. En það greinilegt að betur má ef duga skal ef að marka má þær umræður sem að hafa verið þær umræður sem við höfum átt við notendur þjónustunnar og fulltrúa hagsmunaaðila undanfarna daga. Háttvirtur borgarstjóri fór hér vel yfir þau sjónarmið Strætó, það að segja sjónarmið þess sem að veitir þjónustuna. Mig langar aðeins að taka hinn vinkilinn hérna upp. Hagsmunaaðilar sem að hafa með þjónustu fatlaðra að gera hafa bent á það að samráð hafi verið lítið sem ekkert við þá í aðdraganda þess að þessu kerfi var breytt. Það nefnilega ekki alveg nóg að koma með boða fólk á fundi eða gefa þeim rétt til andmæla ef ekkert tekið tillit til þess sem að fram kemur. Og þá spyr ég nú klassíska spurninga hvað og hvenær þá samráð, en það alveg ljóst að þessi hagsmunahópar hafa bent á það ítrekað að við þá hafi ekki verið haft samráð. Því þetta eru sérfræðingar í málefnum fatlaðra. Það nú þannig að þann 3. apríl 2014 var gerð þjónustulýsing. Það að segja sameiginlega ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu. Þar akstursþjónusta, hlutverk og ábyrgð sveitarfélaganna skilgreind og kemur þar fram hvað það sem ábyrgð sveitarfélagsins og hverjum sé heimilt að nota þjónustuna og að hve miklu leyti það á ákveða gjaldskrár og einnig þá staðreynd að sveitarfélögin bera ábyrgð á því að skrá réttar upplýsingar notendur og koma þeim með eðlilegum fyrirvara til Strætó, þannig að hægt sé að tryggja þessu skráða rétt í tölvukerfi hjá þeim áður þjónusta veitt. Það hefur verið farið yfir þá, borgarstjóri gerði það vel og stjórn Strætó hefur líka útskýrt fyrir hvað það var. Það raun og veru engin ein ástæða fyrir því kannski að þessi skráning misfórst. Það röð annars vegar mannlegra mistaka og hins vegar held að ég til tæknilegra. Hlutverk Strætó í þessari þjónustulýsingu skilgreint en Strætó á annast alla umsýslu með rekstrinum, til dæmis að semja við verktaka sem sjá aksturinn og samskipti við notendur og annast alla þjónustu við notendur frá degi til dags með því að reka þjónustuver. Í þjónustulýsingunni kemur einnig fram að Strætó skuli sjá bílstjórum fyrir námskeiði ef varðar öryggi og umgengni við fatlaða einstaklinga, samanber grein 3.2.4 í þjónustulýsingunni. Svo starfsfólk sé vel undirbúið til að sinna starfi sínu af hæfni og skilningi. Því miður að þá var þetta námskeið ekki haldið áður heldur en að Strætó tók að sér að þetta breytta fyrirkomulag var innleitt. Og við getum lært af því, að það nauðsynlegt þegar svo viðkvæman hóp að ræða eins og þessi fjölbreytti hópur fatlaðra að það sé haldið námskeið fyrir þá sem sinna þessari þjónustu til þess að starfsfólkið sem að taka við erfiðu starfi, ég vil benda á það að það eru sumir notendur þjónustunnar sem með maður og mann þjónustu í sambýlunum og þeir eru með maður og mann þjónustu þar sem þeir eru að vinna. En í bílnum þeir bara einir hjá þessum starfsmanni
hópbíla eða einstakling sem að sinna rekstrinu fyrir strætó. Þannig að það líka ákveðnu leyti pottur brotin í hugsunni að ef að einstaklingun það mikið fatlaður og þarf að það mikill aðstoð að halda, þá hefði maður haldið til dæmis að hann þyrfti aðstoð að halda frá heimili sínu að vinnustað eða í sjúkraþjálfun eða þar sem hann að fara í hvert skipti. Forsvarsmenn strætó hafa sagt að gefið það ástæðu að námskeiðið hafi ekki verið haldið þar sem að bílstjórnar hafi ekki hafið störf fyrir 1. janúar og þess vegna búið að setja þetta námskeið núna á dagskrá því ég held hvort það í dag eða á morgun. En það náttúrulega algjör fyrirsláttur því að það alveg séð að starfsmenni þurfa þjálfun áður heldur en að akstur hæfist, alveg eins og við tökum bílpróf áður en við byrjum að keyra, allavega förum við æfingarakstur. Og við náttúrulega förum ekkert að keyra með farþega fyrir að við erum komið með fullgilt ökuskírteini. Nú, einnig hafa heyrst dæmi þess að bílstjórar þeir kunna ekki á aksturstölvurnar og þær heimildir höfum við beint frá einu bílstjóra sem að lendir ítrekað í það að aðstoða félaga sína bara við það sé hreinlega verið að slokkna á fartölvunum. En ég samt ekki að ég fengi það að það hafi verið haldið námskeið tölvukerfi alveg eins og fyrir forsvarsmenn strætó hafa ítrekað. Svo virðist vera sem akstur og rekstur þjónustuvers, þar sem það ekki á sömu hendi, að þá sé auðvelt að varpa ábyrgðina á milli aðila. Og þess vegna, eða mögulega ástæðan sú að það ástæðan fyrir því að úrbætur taki lengri tíma og þyngri í vöfu. Bílstjórum eiga að bíða einungis í 3 mínútur eftir að umsemdum ferðatími komið og þess vegna geta skapast erfiðar aðstæður, til dæmis ef að notendanu seinkar eða þarf að beita þá tiltali til að fá þá borð í bílinn. Stundi þarf maður á mann í samráði við viðkomandi, til dæmis í búsetukjörnum og svo aftur á vinnustað viðkomandi, en bílstjórnar eins og ég sagði að látni vera einir í bílunum myndi stýri við þessa einstaklinga. Það hefur verið rætt mikið af þeim aðilum sem við talum þetta tölvukerfi sem tekið var til notkunar, hvort að það uppfylli öll skilyrðin, hvort að raunverulega ástæða sé sú að það séu bara rangar skráningar eða hvar þeim spurningum hefur ekki verið svarað og það nú fyrirspurnin í borgarráði frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrirspurnir tölvukerfið. En eftir því sem ég skoðaði á heimasíðu þessa tölvukerfis að þá var alveg séð að þeir höfðu verið að sinna maður á mann þjónustu, þar að sækja að panta bílana á ákveðna staði, en ekki að sé fatlaða einstaklinga að ræða. Því að það dálítið öðruvísi forsendur í því öllu saman. Nú, það ekki búið að ná tökum á forgangsröðun í kerfinu þrátt fyrir að það hafi verið byrjað að nota kerfi 1. nóvember. Og þess vegna mögulega verið að lenda í þessum vandræðum. Þess vegna mögulega stjórn strætó ekki búið að ná tökum á því að nota kerfið og uppfylla skyldur sínar gagnvart þessum viðkvæma hópi fólks. Það þá væntanlega því að tölvukerfið of flókið fyrir þá verkfræðinga eða þá sem starfa að þessu, en við vonumst eftir að þetta kom allt í ljós. Nú, í fréttunum í dag kom fram að það eru 3 fatlaðir einstaklingar sem unnu símaverinu hjá ferðaþjónustu fatlaðra. Ferðaþjónustu fatlaðra var eðli málsins samkvæmt lögð niður og strætó tók þetta yfir. Þeim var jú að vísu gefinn kostur á að sækja vinnuna aftur, en þeir fengu ekki störf áfram. Það nú eiginlega svona stutta sagan af þessu. Og ástæðan sögðu vera svo að þeir hafi ekki sótt en hagsmunasamtök segja að það hafi verið vegna þess að treystu sér ekki að vinna 100% vinnu. Og það hafi verið vit allan tíma því að þeir hafi ekki haft fulla starfsorku. Þeir voru tekinni viðtöl en það gekk ekki eftir. Ég velti því fyrir mér að því að nú erum við með ferðaþjónustu fatlaðra sem að var á einhverju, ég hefur endur ekki ennþá átt á eignarhaldinu á ferðaþjónustu fatlaðra og
get þó reyndar ekki farið yfir það, en sko gildir mannréttindastefna Reykjavíkurborgar ekki líka byggðasamlög sem meðal annars í eigu borgarinnar, því að þar meðal annars verið að tala að gefa fleiri fötluðum kost á að vera að vinna, og þegar starfslýsingar Strætó breytast með þeim hætti að aðilar sem hafa verið á vinnumarkaðnum og eru fatlaðir gert ókleift að færast til í starfi vegna kerfisbreytinga innan stjórnsýslunnar. Mér finnst það allavega ekki góðir starfshættir. Þetta eru miklu fleiri ferðir heldur en áætlað var. Það kom fram í máli hjá fyrirsögn Strætó að það hefði verið áætlað að verið 1000 ferðir á dag, en eins og borgarstjóri nefndi þá er þetta hátt í 1600 eða 1700 ferðir. Á ferðaþjónustu fatlaða ennþá bíla, getur verið að það séu 7 ónotaðir bílar ennþá á bílastæðum sem ekki búið að ráðstafa í þessa þjónustu. Verður það hægt eða mun það verða gert? Ég ætla að leggja fram 2 tillögur hérna sem ég óska eftir að verði afgreiddar með afbrigðum til þess að reyna að taka einhverju leyti á þessum vandamálum sem við stöndum frammi fyrir, og ég segi við því að við stöndum svo sannarlega frammi fyrir þeim öll saman. Það númer 1 að það tillaga Framsóknar og flugvallavinna að þjónustuver samkvæmt 3.1.1 í þjónustulýsingu sameiginlegrar ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu verði gert gjaldfrjálst, það er grænt númer án tafar. Og tillaga númer 2, borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinna leggja til að borgarstjórn samþykki að skipa tímabundið 3 manna ad hoc aðgerðarhóp án tafar sem leggja skal fram aðgerðaáætlun fyrir stjórn Strætó BS til að leysa það vandamál sem byggðasamlagið Strætó stendur frammi fyrir, sem að uppfylla skyldur sínar gagnvart ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu. Aðgerðahópinn skipa 1 fulltrúi sem tilnefndur af sjálfsbjörg, 1 fulltrúi tilnefndur af meirihluta borgarstjórnar og 1 fulltrúi til minnihluta borgarstjórnar. Hópurinn skal skila niðurstöðum eigi síðar en 15. febrúar 2015. Er þetta lagt hér fram, frú forseti? Þakka ég fyrir. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið máli sínu og lagt fram 2 tillögur sem hún óskar eftir að teknar verði á dagskrá með afbrigðum. Forseti ber það upp undir fundinn hvort að hann samþykki að taka mál á dagskrá. Það vantar hér fólk í salinn. Forseti gerir 2 mínútna hlé á fundi.
Fundið er fram haldið eftir hlé og við tökum greiðum atkvæði hvort að tillögurnar verði teknar á dagskrá. Þessum samþykki að taka tillögurnar, ég ber það upp saman. Þessum samþykki að taka tillögurnar á dagskrá, gefið merki. Þessum á móti kunna vera. Nei, hún er samþykkt samhliða með 15 greiddum atkvæðum. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir var óskað eftir að gera andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, kæru borgarfulltrúar, ég sit í stjórn Strætó og ber ábyrgð. Þrátt fyrir það að bæta ekki þau mistök sem að orðið, þá er ástandið sem betur fer að lagast. Öllu sem var sagt upp í þjónustuveri ferðaþjónustuna var boðið starf hjá Strætó og það er ekki rétt sem kom fram í fjölmiðlum að ekki hafi verið búið að taka hálft starf. Ég fengi það staðfest að það var í boði. Tilgangur með þessu breytingum var að bæta þjónustuna. Þjónustan er að mörgu leyti betri en hún var áður og það eru fleiri að nýta sér hana. Ég vil bara ítreka það að það eru allir að gera sitt besta núna. Bílstjórarnir, starfsfólk í þjónustuveri og allir sem að þessu koma og við bara vonum og trúum að við munum ná utan um þetta ástand mjög fljótt. Takk. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Hér erum við að fara yfir þetta mál sem að, ég trúi nú að liggi nú býsna þungt á okkur öllum vegna þess að ferðaþjónusta við fatlaða er auðvitað mjög stórt þjónustumál og mjög viðkvæmt. Það verður að segjast eins og er að þrátt fyrir þær væntingar sem að ég held að við öll höfum haft til þessa máls alveg frá upphafi, að því að nú hefur þetta tekið töluverðan tíma í undirbúningi. Stefnumótun átti sér stað áður en að skrifa undir samkomulag sveitarfélagana og svo framvegis. Þannig ég held að væntingar okkar allra hafi verið miklar til þessa. Og að sama skapi eru vonbrigðin yfir því hversu illa hefur tekist til við framkvæmdina alveg gríðarleg. Og lýsingarnar á því í hvaða aðstæðum einstaklingar hafa verið að lenda út af því að framkvæmdin hefur misfarist, að þær eru auðvitað átakanlegar. Og þegar maður fer í gegnum þetta mál með öllum sem að þessu tengjast, hagsmunaaðilum eins og Sjálfsbjörg, einstaklingum í þjónustunni, hvort sem að það eru bílstjórar eða þeir sem að þurfa þjónustuna að halda, að þá finnst mér að ég dreg þá ályktun að til dæmis að þó að samráði við hagsmunaaðilana hafi átt sér stað í stefnumótunarferlinu sjálfu fram að því að skrifa undir samkomulag sveitarfélagana, að þá er það ekki nóg. Hagsmunaaðilarnir hefðu þurft að vera miklu meira með í framkvæmdinni sjálfri. Þar er mjög stór galli í þessu. Annar stór galli í þessu er sá að það er skrifað undir samkomulag sveitarfélagana í maí, útboðið fer fram og svo líður allur þessi tími. Það til að Strætó fær verkefni fyrir hönd eiginlega allra sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu, heldur áfram að sinna verkefni fyrir Reykjavíkurborg eins og var. Tíminn er vægast sagt illa nýttur, eins og við borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bókum í síðasta borgarráði. Tíminn er mjög illa nýttur virðismanni og einhvern veginn á allt að gerast í einu þegar að komi að því að framkvæma þetta. Að þá eiga sem sagt er að miklu leyti nýtt fólk í þjónustuveri, það er að miklu leyti nýjir bílstjórar og nýjir verktakar í akstrinum og undirbúningurinn, þrátt fyrir að hafa haft allan þennan tíma frá útboði fram að framkvæmd, að þá er undirbúningurinn ófullnægjandi, algjörlega ófullnægjandi. Þannig að í staðinn fyrir, og auðvitað við viljum auðvitað alltaf vera að tala þannig að við lærum af því sem að gerist. Í staðinn fyrir að gera þetta í áfengum, taka kannski eitt sveitarfélag fyrir fyrst og hafa áfangana fleiri, að þá er öllum hent út í djúpulaugina strax
og niðurstaðan er þessi að það hefur verið mjög mikið mistök og sem að bitnar á þeim sem að þurfa á þessu að halda. Og svo virðist manni að reynslunni hafi verið hent fyrir róða svolítið. Vegna þess að fólki sem var að starfa við þetta, þó að því hafi boðist endurráðning eða það hefði getað boðið í þetta eða eitthvað slíkt, þá virðist það bara ekkert hafa henta mjög mörgum. Þannig að töluvert mikilli reynslu hent fyrir róða í þessari yfirfærslu. Og svona, maður velti líka fyrir sér þegar við erum að ræða þetta, þó ég er nú trúi því að það sé gott fyrir okkur að vinna sem víðast saman sveitarfélögin. En þá samt sem áður kemur upp alltaf þetta vandamálum þar sem manni finnst eins og ábyrgðin sé hvergi. Þegar við förum saman í eitthvað verkefni sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, að þá er það er undirbúið, það er skrifað undir samstarfssamning og það er sett einhver stjórn það, en yfirleitt einhvern veginn þannig að það er svo erfitt að finna þann sem ber ábyrgð á málinu. Þannig ég velti fyrir mér, og við höfum tekið þá umræðu í borgarráði áður og reynda voru með tillögu í borgarráði, það er oft á tíðum í svona samstarfsverkefnum engin fulltrúi minnihluta í rauninni. Það er engin fulltrúi minnihluta sem að er í mörgum stjórnum í sameiginlegum verkefnum á höfuðborgarsvæðinu og í svona verkefnum. Við þurfum að taka meira umræðu það, hlutverk minnihluta og hlutverk þeirra sem að eiga að beita aðhaldinu í þessu. Af því að ábyrgðin hún er svo einhvern veginn á reiki í svona samstarfsverkefnum. En ábyrgðin er að sjálfsögðu í þessu tilfelli, hvað varðar þjónustu við fatlaða íbúa Reykjavíkur sem þurfa á ferðaþjónustu að halda, að sjálfsögðu hjá meirihlutanum í Reykjavík. Og það er búið að biðjast afsökunar á þessu máli og við skulum vona að það fari nú að ganga miklu betur, eins og fulltrúi Reykjavíkurborgar í stjórn Strætó sagði hér áðan, eða fullyrti hér áðan, það væri farið að ganga betur. Við skulum vona það, en það gengur ekki nógu vel ennþá. Við þurfum líka að skoða í þessu samhengi hvað við ætlum að gera varðandi gjaldskrána. Og sem betur fer samþykkti nú borgarráð þá tillögu á síðasta borgarráðsfundi að vísa því til velferðarráðs að endurskoða gjaldskrána, því að 1100 kr. fargjald eftir 60 ferðir er auðvitað mjög hátt fargjald þegar maður bara miðar við aðra. Og ég tók eftir því að til dæmis í Hafnarfirði er talað hálft almennt fargjald í almenningssamgöngum upp að 60 ferðum, en eftir 60 ferðir er bara almennt fargjald í almenningssamgöngum, sem er auðvitað miklu lægra heldur en það er 1100 kr. sem að Reykjavíkurborg ákvað. Og það er ekkert hámark til dæmis í Hafnarfirði á ferðir. En það, ég segi fyrir mitt leyti, mér finnst óeðlilegt að það sé eitthvað hámark á ferðir í ferðaþjónustu fatlaðs fólks frekar en ófatlaðra. Allt þetta þarf að vinnast hratt og velferðarráð er auðvitað með það verkefni hvað þetta varðar. Það hefur komið hér fram tillaga frá borgarfulltrúum Framsóknarflokksins að setja af stað hóp sem að vinnur hratt í því að leita leiða. Borgarstjóri sagði hér frá samráðshópi sem að hittist daglega. Við fáum kannski meira að vita hann á eftir. Þannig að eitt og annað er verið að gera, en samt sem áður að þá er það ekki nóg. Og við munum, ég boða það að hér á eftir munum við leggja fram bókun í þessu máli, við munum líka leggja fram tillögu sem að borgarfulltrúi okkar Júlíus Vífill mun gera grein fyrir hér á eftir varðandi þetta mál. Og við lögðum fram bókun í borgarráði síðasta og óskuðum eftir svörum. Það sem að með leyfi forseta mig langar til að fara aðeins yfir. Og við viljum fá að vita hvað tölvukerfi var tekið upp til að sinna þessu verkefni, og við erum að velta fyrir okkur í beinum okkar við þessum svörum hvort þetta hafi verið keypt sem staðlakerfi eða sérsmíðað, hvort að sú þjónusta hafi verið boðin út og hver hafi verið ráðgjafi Strætó við val á þessum búnaði, aðlögun, þjálfun og innleiðingu og hvað þetta hafi kostað.
Og svo veltum við fyrir okkur líka í þessum fyrirspurnum hvar kostnaður muni lenda af þeirri leiðréttingu sem greinilega þarf að gera. Og svo þegar var verið að fjalla samkomulag sveitarfélagana eða aðdraganda samkomulagi sveitarfélagana sem var undirritað 19. maí á síðasta ári sameiginlega ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu, þá var talað það að útboð myndi skila, ég sá eina töluna, alltaf 116 milljón króna hagræðingu. Og eina spurningunum sem við leggjum fram varðar það, hvort að sá rekstrarsparnaður sem áætlað var að ná við útboð muni hann yfirleitt nást. Eins og staðan núna þá sýnist manni að svo verði ekki. Og svo verðum við að velta fyrir okkur, því sem ég var að tala hér í upphafi, var of mörgu fólki með reynslu sagt upp þannig að þekkingin yfirfærðist ekki við þessar breytingar á þjónustunni. Það virðist vera að svo sé, því að bæði kerfisbreytinga að ræða og líka það að reynslunni allt og mikið hent fyrir róða. Ég sem sagt boða bókun í þessu máli á eftir og það verður gerð grein fyrir tillögu okkar hér á eftir líka. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu, þá borgarfulltrúi Björn Blöndal næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, klukkan fer sko ekki á stað fyrir maður segir fyrsta orðið. Þess vegna borgar sig að hafa allan undirbúning sko áður. Segi ég nú gestum hér svona til upplýsingar. En já, ég þakka hana fyrir það sem hér hefur komið fram. Borgarstjóri rakti ágætlega ýmislegt sem snýr að þessu máli sem að er hér til umræðu, ferðaþjónustu fatlaðra. Það náttúrulega að sjálfsögðu þegar það farið í þessa breytingu þá lagt af stað með góðum hug og fólk fer í þetta vegna þess að það óánægja með þá þjónustu sem var til staðar. Það vilji til þess að samræma þjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Það einkennilegt að hér sé eitt þjónustustig í Reykjavík og svo hérna út á Seltjarnarnesi sé annað og það auðvitað bara á allan hátt gríðarlega mikilvægt að við þessi sveitarfélög sem auðvitað allt og mörg hér á höfuðborgarsvæðinu reyni þó í það minnsta að bjóða upp á svona nokkuð svipaða þjónustu, ekki síst þegar að að ræða fatlað fólk, börn, ungmenni, gamalt fólk og bara alla í sjálfu sér. En það önnur umræða, sameining sveitarfélaga og samvinna þeirra. Tökum hana auðvitað við hvert tækifæri sem við getum en kannski ekki svo mikið nánar hér. Það hefur komið hér fram og borgarstjóri bent á og fleiri að það ekki þannig að Strætó sé einhver nýgræðingur þegar kemur að ferðaþjónustu fatlaðra. Þjónustan við Reykvíkinga hefur verið í þeirra höndum langt skeið og vissulega þar töluverð reynsla. Þetta kerfi var auðvitað kannski komið á það stig að þetta var svona bútasaumur dálítill og var orðið nokkuð háð bara hverjum bílstjóra, hvernig þjónustan var framkvæmt, upplýsingar hvern notanda, mikið til í kolli bílstjórana, skráningum ábótavant og þetta auðvitað, svona kerfi getur alveg gengið upp að vissu marki og kannski upp að ákveðinni stærð, skulum við segja. En það var algjörlega ljóst að þetta kerfi var komið að þolmörkum og þurfti verulega uppfærslu. Og það farið í það
þetta hérna varðandi þessar skráningar þá það auðvitað hlutur sem hefur líka verið verulega ábótavant í öðrum sveitarfélögum og í einhverjum tilvikum hefur það jafnvel verið svo slæmt að verktakar sem að voru að sinna þjónustunni áður hafa ekki afhent gögn hvernig þarfir hvers og eins notenda, þannig að það hefur fylgt þessu heilmikil handavinna og þetta er að einhverju marki vinna sem að ég kannski hefði ekkert komið í ljós fyrir en þjónustan var sett á stað, hvernig málum, hvernig pottin er raun og veru búið og ég held nú að því að hér hefur verið talað að tími hafi verið illa nýttur og það þurfa að bregðast við strax með ýmsum hætti. Ég held að það sé nú full ástæða til að gefa þessari þjónustu kannski svona hálfa mánuði viðbót því að auðvitað byrjaði þessi þjónusta með þessum hætti ekki fyrir en 1. janúar. Þó að það væri búið að vera að tilkeyra tölvukerfi hér í Reykjavík frá því í nóvember, reyndar með æði misjöfnum árangri því miður sem sérkapituli, að þá held ég að allir séu nú verði nú best settir með því að við, já eins og ég segi, gefum þessu nú allavega hálfa mánuði viðbót til þess að sjá í hvaða standi þjónustan þá. Það er auðvitað ekki þannig að í fyrra kerfi þá hafi engin mistök verið gerð. Gallinn sá að mistökin sem hafa verið gerð núna eftir að þessi þjónusta var tekin í gagnið með þessum hætti, þau hafa verið að sumu leyti alvarlegri en urðu áður og síðan auðvitað bara miklu fleiri á stuttum tíma. Þannig að það er auðvitað hvað maður að segja, þau vekja meiri athygli, fólk tala saman og það er í raun og veru aðalatriðið að sko læra af þessum mistökum og auðvitað aðalatriðið ef að mistök eru gerð á annað borð og þau séu þó ekki gerð nema einu sinni þegar það kemur að hverjum einstaklingi eða hverjum einstaklingi raun og veru og ég held nú að það sé svona já, ég held að það hafi nú svona nokkurn veginn verið þannig að það sé ekki verið að ítrekað að gera mistök á sömu einstaklingum en hugsanlegt að það sé í einhverjum tilvikum því miður. Ég hef sem sagt setið núna í nokkurn tíma. Mér var falið það af meirihluta velferðarráðs að sitja fundi ásamt sviðsstjóra velferðarsviðs og síðan þeim aðila innan velferðarsviðs sem hefur mest með þessa þjónustu að gera. Við höfum setið daglega fundi með Strætó til þess í raun og veru að fá bara yfirlit strax hvernig hver dagur fyrir sig hefur gengið. Og það hefur verið margt ágætt. Við erum svo sem við komum ekki þarna inn sem einu bjargvættir. Við erum fyrst og fremst að afla upplýsinga fyrir Reykjavíkurborg. Og auðvitað, ef við getum eitthvað lagt af mörgum, þá höfum við reynt að gera það. Ég held að það hafi bara verið nokkuð vel þegið af stjórnendum hjá Strætó að við höfum komið þarna inn. Þessir fundir eru auðvitað margt gagnlegir og þarna hefur einn af kostum þessa nýja kerfis svo að það miklu auðveldara að taka út tölur hvernig hlutinni ganga og allar skráningar og öllum tilvikum eru miklu nákvæmar og miklu betri en var í fyrra kerfi og það miklu auðveldara
rekja mistök og það á að vera miklu auðveldara þegar að kerfið er komið í eðlilegt ástand að bregðast við mistök. Og það er auðvitað mikilvægt til lengri tíma litið. Fjöldi ferða er auðvitað verulegur og í janúar þá hefur hann verið þó nokkuð meiri en var gert ráð fyrir, en þetta eru svona 1100 til kannski til 1500 ferðir á dag og eitt af því sem er gert núna er að það er sendt út reglulega, ég nú reyndar hvergi séð það birt því miður, en fjölmiðlar fá sent og hafa held ég fengið frá föstudeginum síðastliðnum svona blað þar sem að er í sjálfu sér bara farið yfir tölfræði hvers dags, og þetta er auðvitað fyrst og fremst gert til þess að sýna umfang þjónustunar. Það er ákveðið aðhald í þessu líka fyrir strætó, því að þarna kemur fram hvernig gengur hvernig degi, og þetta eru gögn sem að munum skipta miklu máli þegar að bara í framkvæmd þjónustuna til langs tíma. Ég held að það sé nú, af því að það var rætt hér að sveitarfélög, það væri vafasamt fyrir sveitarfélög að eiga með sér samstarf af því að það væri ábyrgð óljós, og það er auðvitað sjónarmið sem ég reyndi að teka ekki undir, því að samvinna og samstarf hvar sem að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt, og það er ekkert verra en að við séum með fullt af eilöndum út allar trissur, smákóngum. Ábyrgð Reykjavíkur er skýr þegar það kemur að framkvæmd og undirbúningi á ferðaþjónustu fatlaðra, og við skorumst ekkert undan henni. En aftur segja, ég held að við eigum að gefa þessu kerfi allavega hálfan mánuð til þess að sjá hvort að það er ekki betra en það lítur út fyrir að vera í dag, í það minnsta. Ég er ekki viss svo sem í sjálfu sér að ábyrgð væri skýrari eða á einhvern hátt öðruvísi farið með hana ef að fulltrúar minnihluta ættu sem sagt minnihluti borgarstjórnar í Reykjavík ættu fulltrúa í byggðarsamlögum, en hins vegar þá er ekki að neita að ég myndi fagna því að Reykjavík ætti fleira fulltrúa þarna, því að það er auðvitað, já, ég meina okkar rödd, þeim er sterkari sem okkar rödd er þarna, þeim er betra, en auðvitað væri það ekki mikið gagn í því ef að það væri fyrst og fremst eitthvað svona politískt karp sem að þar færi fram, en ég hef nú enga trú að það yrði. Varðandi gjaldskrána sem að kom aðeins hér, var aðeins komið inn á hérna, og þetta viðbótargjald og hámarksfjölda ferða, þá er það nú reyndar rangt sem kom hér fram að það væri ekkert hámark á ferðum í Hafnarfirði eða öðrum sveitarfélögum, því að það er vissulega þannig, og krafan hámarksfjölda ferða kom auðvitað fyrst og fremst frá öðrum sveitarfélögum. Hámarksfjöldi ferða er frá 54 og upp í 60 eða 70 minnum hjá öðrum. Reykjavík hefur verið að miða við 80 sem hámarksfjölda, en vissulega hægt að fá fleiri ferðir en það. En þetta viðbótargjald sem að miða var við, ég held að það sé nú allir sammála um að það hafi verið röng ákvörðun að setja það þarna í 1100 krónur, og það mun verða til umfjöllunar á fundi velferðarráðs á fimmtudaginn, hvernig bæði hvað varðar hámarksfjölda ferða, sem að ég reyndar myndi nú miklu frekar kjósa að kalla viðmiðunarfjölda ferða, því að það er í raun og veru ekkert hámark. Sko, ef einhver vill fara 100 ferðir eða 150 ferðir, þá getur hann farið 150 ferðir, en það þarf að vera ákveðin díalógun um það. Og ég held að það sé svona allt í lagi, að það sé einhverja viðmiðunarreglur. Það er auðvitað þannig að það er töluvert já, ég held að sé bara ágætt líka bara fyrir alla að hafa einhvers konar yfirlit yfir sinn ferðafjölda, því að það er svona,
já, þú veist, það töluvert það til dæmis farþegar mæti ekki í ferðir sem að þeir hafa pantað. Það töluvert að ferðir séu afþakkaðar á staðnum. Síðan eru ferðir auðvitað afbókaðar með meiri fyrirvara og af því að þetta svona bara til þess að kerfið í raun og veru virki sem best, þá held ég að það sé ágætt að hafa yfirlit yfir ferðafjöldan. Og það nú reyndar einn af kostunum við þetta nýja kerfi sem að þegar það verður komið í almennilega funksjón, að þar geta til dæmis notendur hringt inn og fengið yfirlit yfir þann fjölda ferða og þær ferðir sem þeir hafa pantað, sem getur komið sér mjög vel. Þú kannski ert búin að panta þér ferðir eitthvað fram í tíman og það ekkert óverulegt að þú munir ekkert alveg nákvæmlega hvaða ferð þú pantaði nákvæmlega á hvaða tíma. Og mjög gott að geta fengið það bara útprenta, fengið það í tölvupósti eða SMS-i eða annað. Já, það nú svona helstu leiðirnar. En eins og ég segi, ég held að það var allir lagst á eitt við það að reyna að bæta þetta kerfi og koma því svona á lappirnar og ég vil nú meina að hagsmunasamtök þau hafa vissulega látið í sér heyra en þeirra innlegg hefur verið mjög mikilvægt í þessa umræðu og bara varðandi hvað betur má fara og það auðvitað kannski aðalatriði að við verðum að fá viðbrögðin við verðum að fá tilkynningar það sem aflaga fer til þess að geta bætt það og það hefur ekkert staðið á því, það hefur verið bara gert með fólk hefur tilkynnt þessi frávik samviskusamlega og það forsenda þess að það sé hægt að bæta kerfið. Ég held að varðandi tillögur sem að koma hér, ég reyndar aðeins erfitt með að botna í af hverju tillögurnar koma bara hér inn á þennan fund frá borgarfulltrúa Sveinbjörgu Sveinbjörnsdóttur, því að einhvern veginn efast ég nú að þetta sé eitthvað sem að mönnum dettur bara í hug svona á fundi, en gott og vel, það ekki aðalatriði. Ég held að varðandi tillögunum ad hoc hópinn, að þá sé nú í raun og veru þá sé þjónustuhópurinn sem þegar til í raun og veru mun heppilegri farvegur að þróa hann bara í þá átt að hann hittist hugsanlega þéttar núna meðan við erum að innleiða þetta. Þar eiga auðvitað fleiri aðilar sæti heldur en bara þeir sem stungið upp á í tillögunni. Og varðandi gjaldfrjálsa númerið þá það eitthvað sem er sjálfsagt að skoða en biðtími í símaveri og þjónustuverinu á þetta ekki verið mjög langur. Hann að meðaltali rúma 2 mínútur í dag. Það þýðir ekki að einhverjir notendur sé ekki í mun lengur. Ég ímynda mér að meðaltali 2 mínútur og þá getur verið einhverjir sem að bíða í 7 til 10 mínútur jafnvel. Og einhverjir sem svara strax. Þannig og eflaust eru dæmi og ég veit það að frá því fyrr í mánuðinu þá einhverjir sem bíða mun lengur en þetta. En það auðvitað ekki ástand sem er ásættanlegt. Það ekki ástand sem við ætlum að miða við. Símtölum á að svara fljótt og vel. Nú, ég held að það væri heppilegast varðandi þessar tillögur að þeim verði bara vísað til meðferðar velferðarráðs. Ég geri það hér að ber hér upp þá málsmeðferðartillögu. Báðum þessum tillögum sem komið fram hér á fundinu verði vísað til velferðarráðs, farið það til umræðu og tekin afstaða þar. Þetta ekki auðvitað að öllu leyti mál sem að Reykjavík getur ákveðið einn. Þannig að þá það nú kannski sérstaklega gjaldfrjálsa númerið sem að ég að vísa til. En það sjálfsagt að við skoðum hver hugsanlegur kostnaður af því að hringja þarna inn fyrir notendur. Í flestum tilvikum ímynda ég mér að ef þetta innan við 5 mínútur þá ætti þannig svo sem ekki vera mjög íþyngjandi kostnaður. En sjálfsagt að skoða þetta. En geri þetta minni tillögu að við vísum þessu til velferðarráðs.
En mér langar bara svona í lokin að segja, ég held að sko, ég ætla aftur að hæla hagsmunasamtökum og notendum fyrir mikla þolinmæði á þessum erfiða tíma og þeir hafa auðvitað margir hafa orðið fyrir töluverðri þjónustuskerðingu þennan tíma og það er afskaplega slæmt og það er full ástæða til að biðjast afsökunar á því. Ég sagði í hér viðtali sem var farið í, þar var borið upp eitt dæmi um manneskju sem sagt fékk ekki þá þjónustu sem hún hafði vonast til og langt í frá og hafði brostið í grát. Ég var spurður hvað hægt að gera í svona og þar sagði borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, stóð þarna við hliðina á mér og sagði það hægt að biðjast afsökunar og það hárrétt. En það á ávallt að biðjast afsökunar á svona málum. En hins vegar þá eins og ég sagði þarna, það að biðjast afsökunar getur ekki verið viðvarandi ástand. Við þurfum að leysa þetta, við þurfum að koma þessari þjónustu almennilega á lappirnar og þá verður hún til hagsbóta fyrir notendurna. Og til að koma inn á lappirnar þá þurfum við að vinna saman og ég fagna því að fólk hefur setið á sér, eins og hér var sagt, enda það að vera með eitthvað upphlaup í þessu samhengi, það bara skemmir meira og hefur sjálfsögðu ekki neitt upp á sig fyrir neitt. En ég held að saman leysum við þetta og ég held að við leysum þetta bara tiltölulega hratt. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal lokið máli sínu. Þá hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Vegna þess sem að borgarfulltrúi Björn Blöndal sagði hér áðan að það væri ekki rétt að það væri ekki þak á hámarksfjölda ferða í Hafnarfirði, að þá vil ég bara fá að lesa hér með leyfi forseta upp úr fundargerð fjölskylduráðs frá 16. janúar í Hafnarfirði, þar sem að segir að fjölskylduráð samþykki drög að reglum ferðaþjónustu fatlaðs fólks með þeirri breytingu sem að ég lýsti hér áðan, að sem sagt gjald vegna ferða 60 skiptum á mánuði jafngildi hálfu almennu fargjaldi í almenningsvögnum og gjald vegna ferða yfir 60 skiptum á mánuði jafngildi almennu fargjaldi í almenningsvögnum sem nú 350 krónur. Og svo segir ekki sett þak á hámarksfjölda ferða. Þetta samþykkt 16. janúar. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið við að veita andsvar. Ég tekur fram að það er annar borgarfulltrúi sem óskaði líka eftir að veita andsvar sem kemur inn á eftir, en þá er það borgarfulltrúi Björn Blöndal sem að svara andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, ég áttaði mér reyndar ekki á að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson væri að tala hinnar samþykktu reglur fjölskyldu ráðs Hafnarfjarðar og ef við ætlum að fara út í það, þá sennilega á eftir að staðfesta þær í bæjarráði þar. En þetta er svo sem á svipuðum nótum að við hefum verið að tala um hvað var Reykjavík og ég held að það sé ágætt að þessa svokallaða hámars fjöldi ferða að við kannski útrýmum því orðið svolítið og notum heldur viðmiðunarfjölda af því í raun og veru ekkert hámark. Þetta snýst hins vegar hvert viðbótargjald. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjórn. Mér finnst mjög gaman að því að borgarfulltrúi Björn Blöndal hefði litla trú á því að þessar tillögur sem hafi komið frá fundi. Ég tek því þessu hrósi og bara þakka fyrir. En það er eitt sem mér langar að biðja frekari skýringar á ef að borgarfulltrúi myndi vilja koma í pontu og gefa mér örlítið meiri innsýn í það. Það er að hann óska eftir fresti í 2 vikur viðbót til þess að reyna að koma þessu tölvukerfi og skráningum í lag. Gott og vel, en hvað eigum við að gera,
ef það virkar ekki, ef það virkar þá er fínt og þá er málið bara úr sögunni, en ef það virkar ekki og hafa eitthvað backup-plan. Og varðandi málsmeðferðartillögu sem að borgarfulltrúi Espill Blöndal kom með, varðandi að vísa tillögunum mínum til velferðarráðs, að snýst einmitt það að setja þetta fram núna að málið það mikilvægt og það skiptir svo miklu máli að þetta sé unnið hratt og örugglega, og þess vegna þetta sett fram að því að ég vil ekki að málið fari til velferðarráðs, hvort að næsta fara á dagskrá þar á morgun eða ekki, eða hvort að verða á dagskrá eftir 2 vikur, eða hvort að verður kallað saman sérstakur hópur hjá fundur í velferðarráði til þess að klára þetta. Þetta það brýnt að við getum ekki látið þetta fara að veltast í kerfinu viku eftir viku. Það eru bara nokkra vikur eins og borgarfulltrúi nefndi sem við ætlum að gefa okkur í þetta 2 vikur, og það skiptir mjög miklu máli að við vinnum öll mjög hratt og örugglega í þessu. Borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Björn Blöndal andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, gjaldfrjálsanúmerið auðvitað ekki það sem að skiptir mestu máli varðandi framkvæmd þjónustuna núna, og það ekki svo aðkallandi að það þurfi að afgreiða það einhvern veginn strax, að mínu mati. Það hins vegar eitthvað sem við höfum bara að skoða til lengri tíma, og það getur vel verið að það sé bara mjög góð hugmynd að hafa gjaldfrjáls númer þarna, og það var reyndar skoðað í upphafi, en ég hef ekki alveg í kollinum hver var niðurstaðan, hvort að það bara hafðist ekki að koma því á eða hvort það var ekki talin fær leið. Varðandi hitt, þá til staðar þjónustuhópur sem hægt að kalla saman. Þar eru fleiri hafa fleiri fulltrúar aðkomu heldur en þeir sem að gert ráð fyrir í tillögu borgarfulltrúa Sveinbjörnsdóttur, og ég held að sá hópur sem miklu betur fallinn til þess að vinna að því að flýta því að þetta kerfi komist almennilega á lappirnar heldur en hópur 2 borgarfulltrúa eins fulltrúa sjálfsbjargar, með fullri virðingu fyrir borgarfulltrúum. Þannig að kannski var þetta bara rangt mat hjá mér, kannski eru þessar tillögur bara til inn á fundinum, og kannski bera þess bara merki, það getur bara vel verið, en hvorug þeirra þess eðlis að hún muni leysa þetta mál eins og staðan núna. Það sem leysir þetta mál aukin samvinna. Ég nefni hálfa mánuð af því að það eru nú svona það bil 3 vikur síðan að þessi þjónusta var tekin í notkun með þeim hætti sem hún og ég hef nú fulla trú á því að við ættum að vera komin inn í þokkalegt ástand svona mánaðamótin janúar, febrúar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að svara andsvari, og þá andsvörum lokið, og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við erum hér að tala ferðaþjónustu fatlaðra, eins og við höfum mikið talað og verið mikið rætt undanfarið. Fjölbreytileiki svona lykilorð fyrir að vera að tala borgir og kemur mjög oft fyrir. Í Reykjavík tala fjölbreytileika í aðalskipulagi og samgöngustefnu og mannréttindastefnu og stefnu Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum sem að borgarstjórn samþykkti 18. janúar 2011, og hún byggir á víðtæku samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks og samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Í þessari stefnu felst viðurkenning á sjálfstæðu lífi og eigin forsendum, jöfn tækifæri til þátttöku í samfélaginu og réttur til aðstoðar við að lifa innihaldsríku lífi. Og í framtíðarsýninni felst síðast en ekki síst viðurkenning á fjölbreytileika mannlífs og mannréttindum allra. Og þarna var í rauninni ákveðið að öll þjónusta Reykjavíkurborgar á að byggja á samningnum, og framtíðarsýnin slík, og það svo sem enginn sem segir að það sé þannig í dag, enda þá væri þetta ekki framtíðarsýn, þá væri þetta bara staðreynd. Ég held að við séum
ég held að við getum kannski eigum mörg erfitt með að setja okkur í spor þess fólk sem að þarf að nota ferðaþjónustu fatlaðra. Við gerum auðvitað margt á hverjum degi sem við erum ekkert að velta fyrir okkur. Förum á fætur og klæðum okkur og förum í vinnuna og spjallum við vini og förum á kaffihús og ýmislegt. Og erum sem betur verið ekkert mikið að velta fyrir okkur. Ef við myndum lenda í slysi að fá okkur sjúkdóma þá gæti þetta breyst og við yrðum að treysta á þessa ferðaþjónustu. Og fyrir þá sem eru í þeirri stöðu þá þessi ferðaþjónusta gríðarlega mikilvæg. Hún í rauninni lykillinn að því að geta tekið þátt í samfélaginu og verið virkur borgari í samfélaginu okkar. Og því ber náttúrulega sveitarfélögum skylda til þess að veita þessa þjónustu og Reykjavík hefur reynt að standa vel að þessu og velferðarráð hefur verið einróma það að við viljum koma til móts við þarfir fólks með ferðaþjónustu. Og við viljum að hvetja fatlað fólk til þess að taka þátt í samfélaginu og það kom engin vilji fram í velferðarráði frá neinum fulltrúa það að við vildum takmarka ferðafrelsi fólks. Allar samgöngur kosta mikið, við erum að gera götur og gangbrautir og hjólastíga og strætó og ferðaþjónusta fyrir fatlaða kosta líka mikið og þetta allt saman útgjöld sem sveitarfélögin þurfa að standa undir. Við getum auðvitað ekki byggt hjólastíga allstaðar þar sem við vildum eða götur allstaðar í toppstandi og allt var þetta að rúmast innan fjárhags. En við viljum samt gæta jafnræðis eins og annars staðar og gefa fólki kost á að velja sér samgöngumáta í takti það fjármuni sem til eru. Og það hefur verið rætt hvort að til framtíðar megi að horfa á það að almennu strætó geti virkað sem samgöngumáti fyrir stærri hóp fatlaðra einstaklinga og þeir kannski jafnvel valið sér hvort hentar betur því að fatlað fólk er eins og annað fólk með mismunandi smekk og mismunandi langanir. Mér finnst líka mikilvægt að þeir sem eiga bíl og treysta sér til að keyra stundum og stundum ekki geti treyst á ferðaþjónustu fatlaðra og þegar aðstæður eru þannig og við tókum skref í það átt í nýju reglunum. Þannig að það er búið að opna fyrir það í samráði við þjónustumiðstöðvar. Þær breytingar sem velferðarráð gerði á reglum ferðaþjónustu fatlaðra voru í rétta átt. Við gengum út frá því að ferðafrelsi fólks yrði ekki skert en við þurfum að skýra reglurnar betur og við munum gera það á fimmtudaginn og eins og borgarfulltrúi Björn Blöndal kom inn á þá var engin vilji til þess að hefta ferðafrelsi fólks. Það eru einungis 10 einstaklingar sem eru að fara fleiri ferðir en 80 bara svo það sé sagt þannig að þess vegna var þessi 80 ferðatala sett inn í reglurnar. Umfram það átti svo að vera í samráði við eða fara í gegnum kærunefnd. En þetta munum við ræðum á fimmtudaginn og gjaldi líka. En annað er það að framkvæmd þjónustunnar, henni hefur verið ábótavant eins og hér hefur verið farið yfir. Og mér finnst mikilvægt að þegar það sem er auðvitað í forgangi að koma þjónustuna í rétt laga, þá förum við í gegnum allt ferlið og lærum af þessu, svo að þetta endurtaki sig ekki, eða sambærilegt mun ekki endurtaka sig. Og ég held að það sé bara full ástæða til að taka undir hrós borgarfulltrúa Sigurðar Björns Blöndal til notenda ferðaþjónustunnar og til hagsmunasamtakana fyrir þolinmæði og líka fyrir skýra kröfu þjónustu sem er í lagi. Ég trúi því að Strætó muni sinna þessu verkefni með sóma og hafi fulla vilja til þess að skoða þetta með okkur þegar þau eru komin út úr þeim stormi sem að fólki þar er í núna við að koma þessu öllu saman í lag. Og ég vil bara taka undir það sem að borgarstjóri sagði hér, þetta er mikilvæg þjónusta, hún skiptir þá sem að nota hana mjög miklu máli og hún þarf að vera í lagi og ég held að við séum í rauninni öll sammála það. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur til máls. Gæti forseti og borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir góðar umræður þetta mjög mikilvæga og aðkallandi mál. Það
bráðnauðsynlegur tímapunktur núna til þess að ræða það hérna formlega og opinbera í borgarstjórn og fara yfir hvernig þetta hefur gengið og þær ábendingar sem hafa borist. Og við höfum fengið fréttir af mjög leiðinlegum atvikum í tengslu við innleiðinguna á þessari nýju þjónustu, þó að það hafi auðvitað verið lagt upp með mjög metnaðarfullt plan sem átti að vera betra fyrir alla. Og það er auðvitað í þessu að eitt óhapp sem að veldur óþægindum er einu of mikið. Og það er bráðnauðsynlegt náttúrulega bæði að koma þessi í lag og líka draga lærdóm af þessu upp á framtíðina. Og hér hefur ýmislegt verið nefnt til sögunar í því samhengi sem ég get tekið undir og mér finnst þar svona einna hæstberast skortur, hvart hefur ákveðnum skorti af samráði af hálfu hagsmunaaðila og notendurna sjálfra. Þeim finnst að það hafi dálítið verið vaðið í gegn án þess að þau hafi fengið að vera nægilega með í ráðum eða þeirra sjónarhorn hafi heyrst nógu vel. Og það spilar náttúrulega pínu inn í og flækir dálítið að eins og hefur verið nefnt hérna að þetta er á svo margra höndum. Þetta eru öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu á vettvangi samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er Strætó og svo náttúrulega sveitarfélögin hvert í sínu lagi. Og það vaknar alltaf sú spurning sko hvaða ferli er í kringum samráðið þar og nákvæmlega hvernig það samræmist. En samráð er náttúrulega nokkuð sem við hér í Reykjavík ætlum að taka föstum tökum. Núna er búið að tilkynna opinberlega, það var tilkynnt í gær að eftir langt ráðningaferli hefur núna verið ráðinn svonefndur erindreki gagnsæis og samráðs sem að við taka til starfa núna 1. febrúar. Hún heitir Ásta Guðrún Bekk og hefur langa reynslu af stjórnsýslu. Kemur hérðan úr þjóðskrá. Og hún mun vinna náið með stjórnkerfis- og lýðræðisráði að því að móta stefnu í samráð sem gagnsæismálum og hafa eftirlit með eftirfylgni þeirra og hluti af slíkri vinnu hlýtur náttúrulega að felast í því að fara yfir hvað hefur verið gert hingað til, hvaða reglur eru í gildi núna, hvað hefur tekist vel og hvað hefur tekist illa. Og skoða það allt saman mjög heildstætt. Og annað sem að ég hef kannski persónulega lært af þessu er nákvæmlega hversu sterkir þessir samfélagsmiðlar og fjölmiðlar eru. Mér finnst ég hafa lært miklu meira þetta mál eftir að þetta kom í fjölmiðla og eftir að það fór að koma umræða meðal annars svo ekki síst frá notendunum sjálfum þeirra upplifun af þessu sem að þau geta komið mjög auðveldlega á framfæri í gegnum netmiðlana. Og ég held að við hér í borgarstjórn og í borgarkerfinu værum miklu verr stakk búin til að sinna okkar vinnu almennilega ef við hefðum ekki þessa tengingu. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að verður og er hægt og verður að virkja bara með öllum þeim leiðum og setja í formlegan farveg sem hægt er vegna þess hversu vel þetta virkar. Hvað við erum í beinu sambandi og getum bara verið í beinu sambandi bara ef við berum okkur eftir því og tilengum okkur þessa tækni og setjum upp ferla sem að nýta þetta bara til hins ýtrasta. Þetta er svona sirka allt sem að ég hef að segja þetta í bili. Nema bara að ég fagna því sérstaklega að til stendur að endurskoða gjaldskrána og held að sú leið sem að Hafnarfjörður er að fara núna sé þar ágætis fyrirmynd að það sé ekki verið að rukka eitthvað himinhátt gjald fyrir það sem er umfram eitthvað hámark og frekar að bara að kalla þetta líka réttu nafni sem er viðmið. Það var alltaf lagt upp með það að fólk geti sótt ferðir umfram hámark og svona ákveðið kannski óskrifað samþykki að það myndi vera mikill liðleiki sýndur þar. Svo er auðvitað annað sem að er aðkoma umboðsmanns borgarbúa. Hann hefur látið sig þetta varðar og tjáð sig aðeins opinberlega og tekið dálítið undir þar sjónarmið hagsmunaaðilanna. Það fylgist ákveðin skerðing á ferðafrelsi í því að
setja svona hámörk eða rukka mjög mikið umfram það sem er notað sem viðmið. Mér finnst að hann sýna dálítið gildi sitt þarna og hann er greinilega vakandi í þessu og þetta mun rata í næstu skýrslu hans og af því má læra. Og í sambandi við þetta ferðafrelsi þá má alveg taka undir það sem að borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmarsdóttir kom lítilega inn á að þetta frelsi getur verið svo lúmst og við hinn sem að erum fullferðafærir áttum okkur kannski ekki alveg á nákvæmlega hvað við erum lánsöm og hvað frelsi annara frá náttúrunnar hendi er skert og kannski mikilvægi þess að svona samfélagsnetið jafni dálítið leikinn þar. Þá held ég að þessi búin að segja nógu bili. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið máli sinna, þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég held að það sé mikilvægt að við einmitt nálgumst þetta með svipum hætti og Halldór Auðar Svansson er að tala hér. Það er að segja af ákveðinu auðmýkt og að viðurkenna það fyrir sjálfum sér og öðrum að maður er ekki sérfræðingur. Maður þarf að kynna sér málin og það skiptir miklu máli að hafa gott samráð og hlusta. Þess vegna er það betri afstæða heldur en til dæmis að koma hér upp og segja grænt númer, það er ekki aðkallandi, við þurfum ekkert á því að halda. Það er bara mjög góð tillaga og það er akkúrat aðkallandi og það er akkúrat til að koma til móts við það sem sagt hefur verið og kvartað hefur verið yfir og gagnrýnt hefur verið að menn hafa þurft að bíða lengi eftir svari á tölvukerfi eða í símkerfi strætó og auðvitað að bregðast við. Svo talaðum hér, nei, við skulum ekki fara í eitthvað paník, við skulum ekki fara að drífa í einhverju, gefa með svo tíma og aftur tíma og meiri tíma. Það er algjör út í hött. Það er búið að gefa svo nógun tíma. Þetta virkar ekki, þetta gengur ekki. Og þess vegna finnst mér líka tillaga sem að fulltrúi Framsóknar og flugvallavinna lagði hér fram það að skipa hóp sem væri svona ad hoc hópur, aðgerðahópur, átakshópur, góð tillaga. Ég reyndar held að það sé ekki rétt að setja borgarfulltrúi í slíka hópa. Það er mikilvægt að finna það fólk sem að hefur unnið þetta, þekkir þetta, sem að jafnvel þekkir bara stjórnun, skipulag. Það er talsvert til af fólki sem að hefur unnið við ferðaþjónustu af þessu tagi og allir, ég get fullyrt það, allir sem að beðnir væru það að koma að slíku verkefni og leggja því lið myndu hiklaust, alveg eins og við sjálf, vilja leggja á sig ýmislegt til þess að geta bætt á þjónustu sem að augljóslega hefur algjörlega farið úr skorðum. Því það auðvitað, því deilum við öll hér inni, að við viljum bæta úr þessu og við viðurkennum öll vonandi að hér hafi verið gerð mistök. Það vill svo til, og ég ítreka það að ég er ekki sérfræðingur heldur frekar en þið. Það vill svo til að ég hef engu að síður starfað aðeins við þetta. Ég hef starfað í fyrirtæki sem einmitt var með skólaferðir fallara barna. Og það er bara einfaldlega svo að það skiptir öllu máli hvernig svo manneskja er sem að sækir barnið að morgni og keyrir það aftur heim til sína kvöldi. Það skapast ákveðið persónulegt samband, menn bara þekkja til þess sem verður að aka sem nýtur þjónustunnar og það getur verið svo mismunandi. Sumir bílstjórar þekkja jafnvel hvort að viðkomandi gæti farið að fara í flog, bregðast við því að festu, ekkert að fara á taugum með það, heldur að bregðast við því og kunna tökin á því. Og ég minnist þess að einu kvartanir sem ég tók á móti var það ef að bílstjórar fóru í sumarfrí og þau börn sem var að sækja og foreldrar þeirra vildu fá aftur tilbaka hér fyrsta þann sem var í sumarfrí og þannig skapast þetta. Það skapast svona nær þjónusta, svona mikil nánd og það er einfaldlega þannig að þessi vinna er erfið. Að aka fötluðum er mjög erfitt starf og það er of mikið álag sett á þá bílstjóra sem að núna vinna við þessa þjónustu og ég segi þetta vegna þess að þeir sem voru að sinna þessari þjónustu sem ég nefndi hér sem var skólaakstur fallara barna áttu oft á tíðum smá stund á milli til þess að hvíla sig og ná andanum og undirbúa sig undir næstu ferð. Engu að síður voru þessir aðilar, þessi bílstjórar
yfirborgaðir. Þeir fengu hærri laun vegna þess að þeirra þekking, þeirra persóna var mikils virði í þessu og hún var metin. Og það hefði verið skaðlegt, ekki fyrir reksturinn, heldur fyrir þá sem verið var að þjóna ef þessir starfsmenn hefðu séð önnur tækifæri annar staðar þar sem var borgað verið til jafns eða jafnvel meira. Þannig að það þarf að bregðast við strax og ég segi það, ég ætla ekki að leggja það til hér eins og borgarfulltrúi Framsóknar Vinstri grænna, Framsóknarflugvallarvina gerði hér rétt fyrir stundu þó að mér finnst tillagan góð og styð það að aðgerðir verði komið af stað strax. Ég ætla hér fyrir hönd borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að leggja fram tillögu að farið verði yfir ákveðið ferli í þessu og hún er ekki þess eðlis að hún eigi endilega erindi inn í þær aðgerðir sem þarf að fara í, en það er mikilvægt að við förum að skoða hvað fór úrskeiðis. Þannig að tillagan hljómar svo, ég óska eftir því að leita fyrir afbrigða til að hún geti verið lögð fram hér. Hún er svofelld með leyfi forseta: mikilvægt er að læra þeim mistökum sem gerð hafi verið með breytingum að ferðaþjónustu fatlaðra og greina sem flesta þætti þess máls. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar er falið að leggja mat og útboðsferli og skilmála vegna útboðs fyrir ferðaþjónustu fatlaðra. Útboðið verði skoðað í heild sinni, lagt verði til dæmis mat á hvort tími sem gefinn var til fjárfestingar hafi verið fullnægjandi, reynsla bílstjóra og annar starfsfólks hafi verið nægilega hátt metin og hvort gefinn hafi verið nægilegu tími til þjálfunar þess. Þá verði skoðað hvort svigrúm Strætó BS við mat og þátttakendum í útboðinu hafi verið nægilegt. Og ég legg þetta fram, en ég tek það fram að því að þetta er málið svolítið óvanalegt og innri endurskoðun er aðalega að fara hér yfir stjórnkerfi Reykjavíkurborgar, en ég hef haft samband við innri endurskoðanda til þess að fá fullviss það að þetta er nokkuð sem innri endurskoðun telur sig fullbæra að skoða og telur full ástæða til, enda er Reykjavíkurborg langstærstur í þessu útboði og ferðaþjónustan snýst að verulegu leyti okkar borgarbúa hér í Reykjavík, fatlaða. Þannig ég legg þetta fram, forseti, og óska eftir að leita verið afbrigða. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og óskar hér eftir að tekin verði tillaga á dagskrá með afbrigðum og við skulum fá fólk í salinn til þess að greiða atkvæði það. Hér berast tillögur og er óskað eftir afbrigðum í annarri hverri ræðu. Hér er komin tillaga frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og það er gengið til atkvæða hvort að hún verði tekin á dagskrá. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera það er engin, hún er samþykkt með 15 greiddum atkvæðum og er þar með komin á dagskrá. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er mjög leiðilegt og í raun sárgrætilegt að sjá hvernig þessar breytingar hafa farið með ferðaþjónustu fatlaðra og þjónustu við þá. Það er ágætt að menn skuli einhverju leyti viðurkenna að þessi pottur brotinn. Þó fannst mér svona á borgarfulltrúa Birni Blöndal. Mér fannst hann bera í bæti flokka fyrir þetta allt saman, drepa málinu á dreif og það var svona þessi án að skilja, þetta kerfi sem menn var að taka upp, þetta væri ekki alls slæmt og menn þyrftu bara að gefa því meiri tíma. Menn þyrftu bara að gefa því nokkra vikur í viðbót. Og í þessum orðum hans felst eitthvað finnst mér svona viðurkenning á því að þetta sé eitthvað viðunandi fórnarkostnaðar sem menn þurfa að færa til þess að fá eitthvað kerfi sem gæti síðan verið betra. Ég verð að segja að mér sýnist ekkert benda til þess að svo geti farið
að þetta kerfi slípist einhvern veginn til og verði betra en gamla kerfið því miður. Allar upplýsingar sem við fáum frá fötluðum og talsmönnum þeirra og meira sér starfsmönnum hjá Strætó finnst mér sko benda eindregið til þess að þetta kerfi sem var tekið upp sé miklu verra en hið gamla og það hefði engin tilraun verið gerð til þess hjá Strætó því miður að viðhalda góðu hlutunum úr gamla kerfinu og reyna að framlengja þá einhvern veginn inn í nýja kerfið. Það er auðvitað alveg ótrúlegt að þegar ég held öllum hefur verið ljóst að stór hluti af þjónustunni liggur í þekkingu viðkomandi starfsmanna og jafnvel kunningsskapið að vináttu þeirra við notendur þjónustunar. Þess vegna held ég að það hefur verið algjört feigðarflan að segja upp öllum starfsmönnum ferðaþjónustu fatlaðra og menn hafa alltaf skipt út áratuga reynslu einstakra manna sko fyrir tölvu. Mér sýnist flest boðorð breytingarstjórnunar hafa verið brotin í þessu tilviki. Eldri þekkingu og samansafnari reynslu hafi markvisst verið varpað fyrir róða. Það er auðvitað mikið verk óunnið bara við það að greina hvað gerðist og reyna að redda þessu eða bjarga því sem bjargað verður og byggja síðan upp í staðinn fyrir einhvern veginn að það þurfi bara að slípa þetta kerfi til, þá þurfi að byggja upp nýtt kerfi og maður veltir því auðvitað fyrir sér hvort að það sé rétt að sömu aðilar sem mátu þetta svona kólránt töldu það væri bara með einhverju viðunandi hægt að kasta gamla kerfinu fyrir róða og taka upp í nýtt og það er bara allt í lagi. Maður veltir því fyrir sér hvort að þeir aðilar séu réttu aðilarnir til þess að koma þessum málum í lag. Við töluðum hér ábyrgð og það verður auðvitað að segjast eins og er að öll berum við ábyrgð með einhverjum hætti. Ég held að borgarstjórn geti alls ekki vikið sér undan því að bera hér ábyrgð. Við erum langsamlegasta stærsti aðilinn í Strætó, Reykjavíkurborg. Við höfum borgarfulltrúa í stjórn fyrirtækisins sem maður býst við að hafa, sem átti að fylgjast sennilega betur með þessu, kannski gera það. En mér finnst alls ekki nógu góðar skýringar komnar fram hér í þessum sal, skýringar af því af hverju þetta gat komið fyrir. Og það tjóir ekkert að tala um það að segja bara hér eins og borgarstjóri sagði hér áðan að það er bara að vinna vel úr þessum kvörtunum og rétta ábendingar færu til Strætó. Ég verð að segja eins og að það er langt síðan ég hef fengið eins margar kvartanir eins og núna í byrjun janúar, tími sem er reyndar yfirleitt frekar rólegur fyrir borgarfulltrúa, margar kvartanir vegna ferðaþjónustu fatlaðra, snjómoksturs og sorphirðu. Það er greinilegt að þegar þetta allt kemur saman að það er eitthvað að klikka hér í þjónustu Reykjavíkurborgar og einhverju hluta vegna þá eru kjörnir fulltrúar og borgarstjórnin slík, hún er ekki að sinna hlutverki sínu nægilega vel að halda utan þessa hluti og sjá til þess að þetta sé í lagi. Björn Blöndal borgarfulltrúi fannst mér lítið úr þeirri ábendingu Halldórs Halldórssonar borgarfulltrúa að þetta mætti ekki leyti rekja til óljósrar ábyrgðar í samstarfi sveitarfélaga eða byggðasamlagið Strætó. Ég held að þetta sé mjög góður punktur sem Halldór benti á. Ég verð að segja eins og er að mér finnst tengsl okkar í borgarstjórn vera mjög mismunandi milli byggðasamlaga eða fyrirtæki sem við eigum sameiginlega með sveitarfélögum eftir hvaða fyrirtæki eiga í hlut. Mér finnst tengslin í sjálfu sér virka ágætlega í Orkuveitunni og Faxaflóahöfnum þar sem við skipum borgarfulltrúa. Það eru borgarfulltrúar sem sitja hér sem eru í stjórnum þessara fyrirtækja þó það sé ekki algilt. Og í Faxaflóahöfnum og Orkuveitunni þar er setið þess að hlutföllin eru í samræmi við eignarhlut. Reykjavíkurborg á
94% í Orkuveitunni og er þar með 5 af 6 stjórnarmönnum. Reykjavíkurborg á, ef ég man rétt, 75% í fagsafla og höfnum, eitthvað þar bil og fer þar líka með meirihluta stjórnarmanna og þess gætt við skipun þeirra stjórna, þar komi fulltrúar bæði frá meirihluta og minnihluta. Þess er eins og öðruvísi varið í nokkrum öðrum byggðarsamlögum, Strætó, Sorpu og Slökkviliðinu og það er alveg augljóst þegar við skoðum fundargerðir, bara við borgarfulltrúar góðir, ef við skoðum fundargerðir þessara fyrirtækja sem ég hef hér nefnt, maður þarf ekki að skoða það lengi til þess að sjá að það er miklu gagnrýni umræða sem á sér stað á vettvangi Faxaflóa, Hafna og Orkuveitunar heldur en í Strætó, Sorpu og Slökkviliðinu. Ég held að þetta sé sumpart út á uppsetningunni. Ásbjörn Blöndal nefndi hérna, borgarfulltrúar nefndi hér að hann var ekki viss að það væri neitt betri minnihluti ætti fulltrúa og það var kannski meiri líkur á pólitísku þrefi. Ég held að við þurfum að velta því fyrir okkur í þessu samhengi hlutverk minnihluta. Það hefur hent ágæta menn örugglega í öllum meirihlutum að láta minnihlutin fyrir taugarnar að þeir sjá ekki alveg hlutverk minnihlutans. En hlutverk minnihlutans er nefnilega svo mikilvægt vegna þess að hann hefur það hlutverk að sjá til þess að hitt sjónarmiðið eða hinn sjónarmiðin, því þau geta stundum verið mörg, komist á framfæri, séu veginn og metin. Öll stöndum við frammi fyrir þeirri freistingu þegar við rekum okkar ágætu fyrirtæki og setjum þar í stjórnum að taka bara við því sem að okkur er rétt. Okkar góðu embættismenn, þeir eru þarna allan daginn, alla daga, þeir eru búin að pæla í þessu. Embættismenn eru auðvitað misjafnir svo þeir eru margir. Ég þekki marga góða embættismenn sem leggja sig í líma við það að kynna öll tiltæk sjónarmið fyrir kjörnum fulltrúum þegar á að taka ákvarðanir. En ég vil líka embættismenn sem vilja helst bara sem láta eins og það sé bara eitt sjónarmið og vilja síðan bara rétta þetta sjónarmið inn á stjórnarfundinn bara í tillöguformi eða einhverju slíku eða minnisblaði og vilja bara fá það stimplað. Þegar að ég myndi segja að hættan á að slíkt gerist, það sé meira í stjórnum fyrirtækja sem eru skipuð fulltrúum, eingöngu frá fulltrúum meirihlutaflokka. Það fólk sem situr til dæmis í stjórn Strætó og Sorpu, þetta er allt ágætis fólk, en öll eru þau skipuð af sínum meirihlutum, eru í ákveðinni meirihlutavinnu og eru þess vegna kannski síður líkleg en ella væri til þess að koma með fleiri sjónarmið upp á borðið, leita að þegar á að samþykkja ekki að leita að hinu sjónarmiðinu og koma fram með gagnrýna umræðu. Ég held að ef það væri, já og svo líka hitt atriði skiptir miklu máli að fjöldi stjórnarmanna í Strætó er bara ekki í samræmi við ábyrgðina. Reykjavíkurborg greiðir 65%, ef ég mann rétt, 60-65% af framlaginu með Strætó, langstærsta hlutan. En er aðeins með eitt stjórnarmann þar, á meðan önnur sveitarfélög sem greiða miklu minna á sömu einungis nokkur prósent hafa líka heilan stjórnarmann. Auðvitað og borgarfulltrúar góðir, ég held að ekkert okkar ef við varum að stofna venjulegt fyrirtæki, þar sem við þurftum að leggja fram 65% hlutafjár eins og þurftum síðan kannski að fjármagna 65% tapsins og heyrða kannski 75% gróðans, að nokkrum dytti í huga hafa 6 manna stjórn í slíku, 6 eða 7 manna stjórn í slíku fyrirtæki og vera bara með eitt stjórnarmaður sjálfur. Þetta er alls ekki í samræmi við ábyrgðina. Þetta þarf ekki að vera svona, við höfum þetta öðruvísi í stjórn Orkuveitunar og Faxaflóahöfnum og þar finnst mér þetta ganga betur. Ég hef reynslu af því að sitja í báðum þeim stjórnum og við höfum rætt þetta áður og ég hef alveg orðið þess áskynja að þegar þetta berst í tal hér í borgarstjórn þá sjá fulltrúar meirihlutans, þeir sjá hvað þetta er í rauninni ósanngjarnt og einhvern veginn undarlegt að í þessu mikilvæga þjónustufyrirtæki eins og til dæmis Strætó sem veltir milljörðum, að þar skuli einungis vera einn fulltrúi frá meirihlutunum og svo búið. Þess vegna þegar við tökum þessa umræðu,
þegar við tökum þessa umræðu, þá sýna fulltrúar meirihlutans því oft svona skilning í orði í kveðnu. Að já, auðvitað viljum við hafa þarna fleiri stjórnarmenn, bara sem flesta stjórnarmenn Reykjavíkur og allt það, eins og við gerst á þessum fundi, auðvitað viljum við hafa þetta þannig. En þegar til stykkisins kemur, þá fylgja þeirri skoðun sinni að þeir segja að þeir fylgja henni ekkert eftir. Því að það eru auðvitað algjörlega ljóst að ef að Reykjavíkurborg og meirihlutin Reykjavík myndi leggja áherslu á það, alvöru áherslu á að skipan stjórnarmanna yrði í samræmi við eignarhlut, þá hef ég enga trú á öðru heldur en að nágrannasveitarfélög okkar myndu fallast á það. Alveg eins og þau féllust á slíka skipan og hafa fallist á slíka skipan í stjórn Orkuveitunnar og í stjórnu Faxaflóa hafna. Þannig að, og ég verð að segja eins og ég hef einhvern veginn, ég segi það með ákveðnu fyrirvara, ég hef samt trú á því að ef að fulltrúar minnihlutans í Reykjavík, eða minnihlutin Reykjavík hefði þó átt og ekki væri nema einn fulltrúi í stjórn Strætó, þá hefði átt sér stað gagnrýni umræða þessar breytingar heldur en fundargerðir Strætó bera með sér. En það var reyndar ágætt að fá betra yfirlit frá fulltrúa okkar í stjórn Strætó, betra yfirlit yfir það hvernig var rætt þessar breytingar á stjórnarfundi Strætó. Við vitum það sem sitjum í svona stjórnum, það er auðvitað ekki allt bókað og maður er á bágt með að trúa öðru því að einhver gagnrýnin umræða hafi átt sér stað í stjórninni í aðdraganda þessara breytinga það sem gæti farið úrskeiðis, meta áhættuna af því og svo framvegis. En því miður bara virðist að vera þannig og hefur verið þannig síðustu árin að boðleiðirnar frá Strætó og þessu mikilvæga fyrirtæki hingað í borgarstjórn, þær hafa lengst mjög verulega, eru allt of langar að mínu mati. Og auðvitað erum við ekki sátt við það fulltrúar minnihlutans hér að þurfa að treysta alltaf á að fulltrúar meirihlutans gefa okkur réttar upplýsingar, þó við vonum auðvitað að svo sé í öllum tilvikum. Nú, þetta er sem sagt, það er semst illt í efnaði þessu máli, það er sennilega rétt sem hér hefur komið fram að það er engin patentlausn á því sem hægt er að hrinda í gegn á nokkrum dögum. Við Sjálfstæðismenn lögðum fram spurningar í borgarráði varðandi nokkra þætti málsins. Þær eru lagðar fram í kjölfar ábendingar sem við höfum fengið úr fyrirtækinu það hvernig hafi verið staðið að þessu. Það hefur verið staðið að þessu á furðulegan hátt. Ég ætla ekki að fullera neitt fyrir fæði sér svör, en það sem maður heyrir er ekki gott og spurningar okkur borgarráð, þá nú farið yfir þar hér áðan, þar berju þetta með sér að þessi mál hafi alls ekki verið í lagi. Þess vegna líst mér líst rauninni vel á tillögu framsóknarmanna að það verið skipaður ad hoc hópur til þess að fara yfir þessi mál. Og eins var þetta til okkar Sjálfstæðismanna, ég held að það verið gerð úttekt á þessum breytingum. Ég tel raunar að það mætti vel ganga lengra og það er kannski þegar þetta mál er að gangi, þá held ég að sé vel þess virði að það sé gerð allsherjar úttekt á Strætó og hvernig hefur verið að staðið að starfsemi fyrirtækisins síðustu árin. Það er ýmislegt þar sem ég mætti skoða betur, til dæmis vöxtur yfirbyggingar í fyrirtækinu og fleiri atriði. Ég held að við borgarfulltrúar þurfum að vera meira á tánum varðandi rekstur margra fyrirtækja borgarinnar, veltaði fyrir okkur hvort að það sé farið vel með peningana. Þess vegna er ekki gott að boðleiðir skuli vera lengjast, til dæmis eins og varðandi Strætó og Sorpu. Og hlutverk okkar er að sjá til þess að það sé farið vel með fé og það sé sem best þjónusta veitt borgurinu með sem hagkvæmustum hætti. Því miður það er alveg ljóst að þarna virðast menn fara út á sporinu og ég held að borgarstjórn þurfa að skoða þessi mál betur til framtíðar með það markmið að herða aðhald sitt gagnvart rekstri borgarinnar, skoða betur grunnþjónustuna. Við skilgreinum sennilega öll strætisvagnarkerfið og þjónustu við fatlaða sem ákveðna grunnþjónustu sem þarf að fylgjast vel með
og þess vegna þurfa menn að gæta sinna því, ekki síst sá meirihluti sem nú situr, að draga úr áherslu á alls kyns gæluverkefni og einbeita sér frekar að þeirri grunnþjónustu sem borgarbúar hafa falið okkur að sinna og sjá til þess að hún sé í lagi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og þá er hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst þakka fyrir þessar umræður sem hafa verið inn í dag. Ég legg til að tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem var tekin inn hér með afbrigðum verði vísað til borgarráðs og meirihlutinn áskilur sér rétt til bókunar. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá er umræður lokið. Við höfum hér 3 tillögur sem lagðar hafa verið fram á fundinum. Tillögurnar 2 sem að borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallavina hafa lagt fram. Það hefur komið frá málsmeðferðartillögum að þeim tillögum verði vísað til velferðarráðs. Þau sem það vantar hér fólk í salinn. Við göngum þá til atkvæða þær tillögur sem að liggja fyrir fundinum. Tillögur Framsóknar og Flugvallavina, borist hefur málsmeðferðartillögum að þeim verði vísað til velferðarráðs. Við tökum það saman, þau sem að samþykkja það gefummerki. Þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum og 6 hjásettum. Þá er það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Lagt er til að henni verði vísað til borgarráðs. Þau sem að samþykkja það gefummerki. Samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá er umræðan þennan þriðja lið. Umræðan er lokið. Vill borgarfulltrúin lesa upp bókun undir liðnum? Við bara gera það undir lok fundar. Það hafa verið boðaðar bókanir hér undir lok fundar og við tökum okkur 20 mínútna matarhlé.